Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá förum við yfir í rallycrossið, en það var nú heldur betur mikið fjör núna í rallycrossinu þegar þriðja umferð Íslandsmótsins fór fram og línunni komin einn af keppendunum, það er Trausti Guðfinnsson sem sýndi heldur betur tilþrif og sigraði 4x4 króna og byrju, hann er bara búin að skella á eða skellti ég á hann. Við skulum bara reyna að ná í hann aftur, sjáum hvað setur, en já, meðan skal ég bara kannski þylja upp úrslit úr leikjum kvöldsins. Það var nú þannig í EM kvenna þá sigraði Rússland Ítalíu 2-1, Þýskaland og Svíþjóð gerðu 0-0 jafntefli og hérna ég lesi þetta meira á eftir, en ég kom með Trausta aftur á línuna. Heill og sæll félagi. Trausti. Já, blessaður og sæll, hvernig hefur það? bara alveg, ljómandi. Ljómandi, það slitnaði smá samband hjá okkur? Já. Hvað hérna, hvernig er, hérna, þú varst nú heldur betur að ekkert að gefa eftir núna í þriðju umferðinni? Nei, það sér ekkert. Nei, maður sér hérna, þú ert, já, bara hálfur farin í veltu, en þú heldur einhvern veginn á, hérna, 4 dekkjum. Já, það tókst úr einhvern veginn, já. Já. Var það allt eða ekkert þarna hjá þér eða? Já, það er náttúrulega bara þennan mjög hörðu og það þýðir ekkert að gefa eftir. Nei, nákvæmlega. Eftir þessa fyrstu 3 umferði þá má segja að það er svo stutt á milli keppandana. Já, það er allt opið en þá. Já. En aðeins að þér sjálfum, hvenær byrjað þú í þessu sporti? Ég byrjaði nú bara í þessu senasta sumar, sko. Já. Ég ekki mikla reynslu í þessu. Nei, en hvað kom til að þú skelltir í þetta? Það var nú bara fyrir slysna, ég sá auðvitað bíl sem var hérna í þetta og ég ákvað bara slá til, sko. Já, og þú fórst beint í það, geftir hérna, þú ert núna með, já, leiðir það ekki á Íslandsmótinu í 4x4? Jú. Já, en segjum hefðuru oltið eins og leit út fyrir, hvernig hefði þetta þá endað? Já, það var náttúrulega vont að segja, ef að bílinn hefði skemmt hann ég geta haldið áfram, þá náttúrulega hefði ég verið í, sennilega, þá hefði ég sennilega farið ekki leitt lengur, sko. Já. Þannig er þannig, sko. Já. En á hvernig bíl ertu? Ég er á Mitsubishi Galant. Já. Er það aðal bílarnir í rallycrossinu hjá þér? Nei, eins og ég segi, það var nú bara einfallega því ég slissaðist til að finna þennan bíl fyrir lítinn penning og ég ákvað bara að prófa og svo verðist hann bara virka alveg ágætlega í þetta. Já, nákvæmlega. En svona eftir fyrstu umferðinu, hvernig hefur þið svona fundist, já, allan eins og við byrjum kannski eins og með úlingaflokkin, þetta eru 3 keppendur þar sem að slást heldur betur hart á milli sín? Já, þeir eru alltaf í baráttu þar og bara keyra helvíti vel og hratt og mikið. Og á hvaða bílum eru þeir að keppa yfirleitt? Já, þeir eru allir þarna 3 á Honda Civic, bara eins bílum, eins vélar og það. Já, þannig að það er bara sá sem er reyndasta ökumæðurinn eða? Já, það er bara spurningum á fyrninglekkingi og maður sé bara hvað gerir best, sko. Já, en þá er 4x4 hérna króna hjá ykkur, þar eru þið, já, 6 keppendur svona sem voru allan að eru búin að keppa í sumar. Já. Hvernig bílum eru þið þar? Það er nú Impressanir vinsalust í þessu, eða Subaru-varnir allavega, það hefur leitt. Svo er ég á svo Galant og svo er einhverju Lancer hérna líka og eitthvað svona dótt. Já, og þið finnst ekki hérna, þið finnst ekki derfitt að vera hérna á Galantinu, þú ert að sína þeim að gefa ekkert eftir í því? Já, ég fyrir alveg að hérna sína fram og hann getur alveg virkað í þetta. Já. Hann er bara að vinna kemnir en þó. Nákvæmlega, einmitt. En eftir fyrstu 3 umferðir þá leiðir þú þarna og já, það er ennþá 2 umferðir eftir, þannig að það má lítið til að bregða til í þessu. Já, það er náttúrulega, það er ekki svo mörg stig hvað skiptið og bara, þannig að það má ekki mikið að fara út af. Ólafur Tryggvason, hann sækir fast á hælaðir og svo kemur Arnar mitt líka, sækir líka. Já. Þannig að þið 3 þarna berjast. Já, þannig að það eins og ég segi, maður verður að gangast upp til þess að ná að klára þetta. En í 2000 flokknum, þar er einmitt svona efstu 3 helst að berjast. Já,
Það Hilmar Þráinsson, Eiríkur Kristján og Vikar Sigurjónsson. Og já, einmitt. Og það náttúrulega, Hilmar hefur náttúrulega keypt helviti vel og að vera bara með fullt og stiga sem það keppnir. Þannig var bara örugglega nokkurn veginn svona. Já. Telur þú hann líklegastan til þess að taka þetta svo áfram í síðustu 2 umferðunum? Já, ef það svona heldur, það ekki gefið í þessu, það getur allt klikkað, bilað og hvað eina. En svo eru margir sem að spyrja sig það opinn flokkur þarna, hvernig hann? Það eru kannski ykkur hlustandi sem hefur ekki fylgst með rallycrossi. Já, það rauninni bara allt leyft, sko. Þú getur bara þess að komið á einhverju heimasmíðu eða hvað eina, sko. Já, okkurlega. Það bara engin dagbúr, svo lengi sem það standist bara öryggiskröfur, sko, reglurnar. Já. Næsta, það mjög stutt á milli keppna og næsta umferðin, það reyndar mánuði núna, þið fáið núna mánuði frí. Já. Og þannig að þú ætlar að dekra eitthvað mikið við bílinn, breyta honum eitthvað? Nei, það bara svona lagana, hann laskaðist svolítið þarna, fór aðeins út af og eitthvað. En það ekkert bara, halda það sér svo þetta virkar og bara keyra. Já. En skemmtilegast að kannski við rallycrossi, þetta svo áhorfandavænt. Þið eru ekkert svona að fara lengst í burtu frá áhorfandunum? Nei, þetta náttúrulega skemmtilegt við þetta, já. Það bara, þetta náttúrulega lítil þröng braut, þannig að það vel hægt að fylgjast með yfir alla brautina, sko. Já. Þú væntanlega að fylgjast eða ekki líka með öðrum akstursíþróttum hérna á Íslandi? Jú. Já. Og hvaða akstursíþróttir það helst? Ég hef náttúrulega verið að veðsend í torfærinni svolítið. Við erum með honum hérna eitthvað Hauk þar. Já, hann að koma sterkur inn núna, allan á síðustu umferð. Já, þetta náttúrulega flottur bíll, hann bara svona að læra á þetta og svona. Já, einmitt. Svona miðað hvernig tímabilið við farið að stað, þá náttúrulega Guðmundur búinn að leiða, en það má segja að það nóg inni eða ekki sem að, teimi ykkar hefur bíllinn. Jú, hann ná alveg að, hann getur alveg helling, það bara eins og sé hann. Náttúrulega með það tökum á svona nýsmíði og svo náttúrulega koma alltaf upp eitthvað smá vandræði svona, þetta alveg nýtt. Já, nákvæmlega. Og það kannski engin spurning með næsta ári að þið reynið jafnvel að sækja alla leið? Já, það ekki alltaf lagt að staða með það. Já, einmitt. Það svo mikið að nýjum bílum og ekki nýjum bílum heldur margir líka sem eru bara að keppa einmitt í fyrsta skiptið og þetta allt einhvern veginn opið. Já, mikið að gerast í þetta, sko. Já, Guðmundur ekki ósigrandi þó hann vinni í sumar? Nei, hann náttúrulega mjög segur hann hérna á ódefinu líka og svo náttúrulega Þór líka. Já. Það verða, og Geirivert og margir fleiri sem er svaka góðir. Já. Næsta umferð náttúrulega næstu helgi á Akranesi, bíllinn hjá ykkur orðin klár? Já, það var nú ekkert þannig, sko. Þetta var nú ekkert bara í nokkuð góðu lagi. Já. Þegar ég fór þetta ekki með á Íslandin, en það var allt bara, ég skemmtist ekkert en enni viti, sko. Nei, nákvæmlega. Það bara... Já. En þú og Galandinn, þið takið allan eitthvað gott frí eða náðu þið að æfa ykkur eitthvað á milli? Já, við erum alltaf að fara að keyra hérna, við erum hérna á mánudagskvöldum oft að keyra og leika okkur, æfa okkur svona. Það bara, svo náttúrulega bara lagt á stað þess að reyna að klára Íslandsmeistar á móti, sko. En hvað hugsaðu þegar þú ert svona með tálfur í lottinu og ekki, hugsaðu ekki neitt eða bara svona, nei, ég ætla ekki að fara að velta, ég ætla að klára þetta og vinna? Já, það var nú kannski bara mest það, ég var eiginlega hálfsvektur yfir þessu því að maður tapar svo miklu tíma ástand í þessu, sko. Það hefur verið það? Já, nákvæmlega, einmitt. Trausti Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og í þessu sporti þá náttúrulega mikilvægt það ekki alltaf að vera með sponsora og fleira? Jú, það veitir ekkert að því, allt saman kostar þetta peninga. Já, það kannski mest að vinnan? Já, ætlaðu ekki bara. Já, nákvæmlega. Það bara svo leiðis. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir. Takk svo leiðis. Já, blessaður. Já, bless. Já, næsta umferð í rallycrossi í lok ágúst og það einmitt 27. Svo það 10. september loka umferðin. Svo það byggamótið sem við haldið í lok september og byrjun október. Og þetta allt haldið í Hafnarfirði. Torfarana sjálfsögðu næstu helgi á Akranesi. Og við ætlum að heyra hér innan skams í Elvu Stefánsdóttir sem einmitt búin að skrá sig til leiks á Kötlu og það var gaman að heyra frá henni hvað að frétta, hvernig svona þeim gengur að koma sér saman fyrir torfarana sem núna 7. umferðin og loka umferðin á Íslandsmótinu.
Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld